að reynsla af flóttafólki sem kemur hér inn í Norðurlöndin frá Palestínu, að hún ekki góð, almennt. Þú getur talað við forsvarsmenn og yfirmenn þessara málaflokka á öllum hinnum Norðurlöndunum og þeir vara allir við þessu. Það sérstaklega varað við fólki frá þessu svæði, umfram annað. Já, þeir eru að segja bara þetta allt nátengt, Hamas. Það rétt að ísraelska ríkisstjórn hafi varað við þessu þegar við gerum þetta? Í það sem við getum ekki sagt, þetta lögbundið og ok, ef þetta ekki lögbundið, þetta skýra okkur einhverju? Sem ég held ekki, þetta bara búið til, oft einhverja pólitíska hugmyndafræði. Reykjavíkurborg á ekki verið því. Nei. Hún verður að hætta það. En svo, þegar þetta fólki hendar, þá alltaf við erum bara hlusta á sérfræðingar, rótilega alltaf. Og þá bara einhver sérfræðingur þeirra við með eitthvað, En þá kom bara einhver sérfræðingur og sagði eitthvað og þá auðvitað að gera það. Já. Brynjar Níelsson, framkvæmdastýra hjá Jafnréttisráði Reykjavíkurborgar og mannréttindasviði og Jón Gunnarsson, hvað var það, framkvæmdastýra? Nei, það var framkvæmdastýri, svo nú kynhlutlaust, hjá Landvernd. Verið kærlega velkomin. Já, þakkaði kærlega fyrir. Hvað segið þið gott? Það einhver smá titlar. Já, það væri betur á að við værum að stýra þessum málum sem þú nefndir í borginni og tækjum aðeins Landverð í gegn og leituðum uppruna þeirra félaga og samtaka sem voru fín. Brynjar hann ætlar að stíga fram í þessu? Já, nú er ég í frambúði, og það þarf að taka til hendinni í Reykjavíkurborg. Og ég verð bara að vara svolítið eftirspurn eftir kallinu. Já, það er það. Já, er það ekki? Jú, ég var nú að reyna að letja hann til að fara í þetta en það er bara eins og það er, Kom síðan þátt til að ljúga bara. Nei, þetta er bara spennandi verkefni. Það er og ég er að vonast til þess að við náum góðum árangri í þessu kosningum. Það þarf að gera hlutina hratt og vel. Hvað þarf að gera? Það er, núna var Heiða Björg Hilmisdóttir með fund í morgun, við erum að tala hennar saman 20. mars og hún hyggst náttúrulega bara ætla að byggja og setja allt bara af stað og ég tel að hún geti gert það. Hún er að fara að huga að fjölmörgum breytum, varðar það, hvernig hægt að auka við bílastæði, þannig að ég held að hún getur bara haldið áfram sem borgarstjóri eftir þessar kosningar. Jafnvel þó hún sé reyndar í öðru sæti. Já. Þetta er mjög líklegt hjá þér. En hvað? Þú ert næmur. En hvað, hvað er það sem að veldur að þú vilt grínast með þetta, að hún geti haldið skammast í mig fyrir að grínast. Að hún geti haldið áfram og farið að gera eitthvað öðruvísi, Þetta eru búin að vera loforð síðustu 3 kjörtímabil. Nóa leikskólaplássum á næsta kjörtímabili, leikskóla fyrir 12 mánaða. Við erum að fara í þessar þrengingar, þau eru ekki að hætta því, Þetta er í tómu tjóni, það verður bara að segjast eins og er, Ef menn alltaf treysta þessu sama fólki áfram, þá hlýtur það bara að vera ánægt með það sem við verið að gera, Já. Þá er það bara þannig, en ég hef enga trú á því að fólk sé ánægt með þetta, eða treysti til þess að gera einhverja hluti núna allt í einu. Meira segir því að horfi á nýja oddvita hjá Samfylkingunni, þá hefur hann gert lítið annað en að hrósa hvað Dagur hafi gert góða hluti í þessari borg og Heiða og ég gæti ekki heyrt að hann væri með einhverja stóra breytingar í Hörvatninu, ekki alltaf hann að hægra í rekstri borgarinnar, sá nú eiginlega ekki ástæðu til þess. Okay, hvaða breytingar er þessi nýji oddviti að boða? Ég er ekki búin að átta mig á því, en gott og vel, ég meina verðaðu þannig trúverðu að menn segja, já, nú koma þau og gerir hlutina. Hann er náttúrulega, ég held að það sé enginn í erfiðari stöðu heldur en Pétur Marteinsson. Að reyna að feta þessa línu að þú ert bæði að fara að segja að þú ætlar að koma og bæta borgina stórkostlega og þá þurftu náttúrulega að segja að hún að vera rangri leið en aftur á móti að allt sem hefur samt gerst upp að þessu tímapunkti sé algjörlega frábært. Já, þetta er ekki sannfærandi skulum við segja. Nei. Rótin í þessum flokki, hún breytist ekkit í Samfylkingunni. Það var ágætis samtal sem átti sér staðan daginn milli nýs oddvita Samfylkingarinnar í Kópavogi og Andra Steins sem er okkar þriðji maður á lista hjá sjálfstæðismönnum og þeir voru að ræða saman í spursmálum og þar sagði þessi ágæti nýji oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi að hann saknaði þess mest að sjálfstæðismenn sem hafa stýrt Kópavogi núna í ansi mörg ár á samt framsóknarmönnum
að hann saknaði þess mest að menn skildi ekki hafa hækkað sko fasteignagjöldin eins og þeir hefðu heimildir til. Þetta svona milljarður á ári sem sparnaður fyrir heimilin í Kópavogi, heimil og fyrirtæki í Kópavogi í fasteignagjöldum og af því að við höfum aldrei hækkað meira heldur en bara verðlag og hann var eiginlega hneykslaðastur á því að við höfum ekki hækkað fasteignagjöldin. Þetta rótin í þessum flokki og endur spegla síðan á Alþingi auðvitað mjög greinilega. Mjög slíka þegar ég hlusta á Pétur Martinsson þá fannst mér einhvern veginn held ég hann talið þvert gegn skoðunum sínum sjálfum að hann hafði engan á því að einhver engarekstur geti verið í leikskólum eða í skólakerfinu. Nákvæmlega. Þú veist, mjög skrítið að gaman sjálfstæðsmaður talið þannig þó að sé komin í samfélkinguna sko. Það stýst auðvitað að leysa á hverju vanda og ég meina einhver dagvistun sko fyrirtækja. Nei, við ætlum ekki að samþykkja neitt slíkt sko. Þetta finnst mér alveg ótrúlegt að heyra að samfélkingin sé ennþá að tala svona. Við verðum að gera það, borgin verður að gera það. Ok, akkur hefði ekki gert það? Já, það sem svo við tökum þetta líka smá svona heimspekilega nótur sko, við getum tekið heilbrigðiskerfið inn í þetta og fleira, að þegar við erum að ræða það að hlutir séu greiddir úr sameiginlegum sjóðum, þá náttúrulega byggir það á því að við höfum einhvers konar tengingar sem samfélag, það að segja að við erum ekki fjölmenningarsamfélag sem hefur ekki hagsmuna því að gæta allra aðila innan okkar hóps út af því að það náttúrulega bara sýnt sig að þegar við erum með fjölmenningarsamfélag eins og í Bandaríkjunum að þá ekki mikil eftirspurn eftir því að viðhalda velferðarkerfi en ef við tökum bara heilbrigðiskerfi og skólamáluna og fleira að það var það sem skrýtnast við þetta sko, það enginn að tala það að það sé ekki greitt úr sameiginlegum sjóðum heldur bara það að fólk hafi tækifæri til þess að gera þetta betur ef að það hefur tök á. Já, við erum alltaf sjúkratrið sko. Ég að segja það. Það skiptir ekki máli hvort það sé ríkisstarfsmaður eða einkaaðili sem að bjóða þjónustuna eða sinninni. Nei, ég meina þetta snýst bara einhverjum það að sinna þörfum fólksins sem að kýsir til valda og fólki sem með börn á leikskólaaldri og þarf á nauðsynlega á leikskólaplássi að halda til þess að geta stunda sína vinnu og annað í sínu lífi að það vil bara fá leikskóla fyrir barnið sitt. Því alveg sama hvort að hann einkarekinn eða sjálfstættirekinn eða hvort að borgin rekur hann eða hvort að sem væri eflaust hagkvæmast fyrir þau í öllum tilfellum að hafa þetta á í tengslu við vinnustæðina því að þá er þetta væntanlega mjög nálægt vinnustæðanum. Þannig að þú veist, þetta alveg sama í heilbrigðismálum og hver reynslan eftir að við loksins náðum því þó í gegn á sínum tíma að byrja að fjölga sjálfstættreknum heilsugjaldstöðum. Jú, þær skora í öllum konunum hærra heldur en almenna kerfið, starfsánægjan meiri og launin hærri, afköstin meiri. Menna, þetta bara staðan. Launin farið til afköstur sko. Já, þau gera það nefnilega og þannig að þau geta borgað staffinu hærri laun og starfsánægjan meiri. Ég var að tala við Tóta Pálsson áður en þið komuð 2 tíma þar sem voru með að ræða þetta og hann komið til að áhuga að verða punkt sko að verða mjög skrítið svona á gervigreinda tímum ef að okkur tekst ekki að svona okkar huglega mat á launum sé í rauninni verð launana frekar heldur en svona einhverja verð hugmyndir það hvað laun eru eins og þau séu bara mannréttindi og ef ég mæti hérna og sit við skrifborðið í 8 tíma þá að ég bara rétt á þessu út af því ég sótti mér einhverja gráðu fyrir hérna 20 árum og svo ég að lobbya jafnvel fyrir því að aðrir sem að koma inn í þessa stétt séu 5 ár þrátt fyrir það að ég hafi bara skilað mínum 3 árum út af því ég vil náttúrulega tekið mína síðu herri en við erum ekki að huga að sko raunverulegum verðmætum þeirra launa sem að greitur svo úr þessum tilviki sameiginlegum sjóðum. Það er engin afkastamæling meinar eða slíkt á. Já, það þyrfti ekki einu sinni að vera afkastamæling bara hver eru raunverulega verðmæti þess eins og ég borgi 200 starfsmönnum í einhverju stétt og þeir inna hendi einhvers konar vinnu. Sumir vinna eflaust eitthvað meira, sumir eru meira virði og það getur alveg farið inn í einhverja sameiginlega púlíu en bara eins og með skólamáluna annað af hverju ég að borga fyrir það að börn séu að fá sífellt verri menntun þá þarf ekki einu svona hugsa þetta sem mín börn heldur líka börn annara sem munu þá þurfa að takast á við einhverja félagslegar afleiðingar út af því að skólakerfið greip þau ekki en ég meina við erum að horfa upp á það að það sé ekki þetta kerfi þá ekki að grípa fólk út af því að við erum í einhverjum hugmyndafræðilegum ásetningum það að laun séu bara eitthvað svona mannréttindi sko. Já. Nei og
Það eru sjálfstætt reknir skólar á Íslandi, þeir hafa gengið vel, elstur þeirra er Ísaksskóli sem að ég held við Brynjar höfum báðir farið í þegar við vorum litli drengir. Hann var ekki meðmæli. Ég fekk hann sér fín. Fékkst ekki inngöngu? Nei, ég fekk ekki. Nei, hann fekk ekki, ég fekk inngöngu. Það er valið svolítið, þetta er takmarkað frambóð. Óþökkuböndum fengur forgang. Nei, ég veit það ekki, ég var ekki byrjaðar þá. En sko, núna var að koma góða fréttir fyrir Kópavog, það á að fara að byggja Ísaskóla þar, að opna Ísaskóla þar, með leikskóladeild og hérna upp í 10 ára bekkaldi. Ég menna þarna er elsti skólinn, hann er mjög eftirsóttur af því árangurinn hefur verið góður, reynslan er góð og þetta er hægt, þetta er víða í kringum okkur, miklu hærra hlutvall bæði í skólakerfi og í heilbrigðiskerfi og þetta er bara mun hjálpa okkur að leysa vandamálin, mun hjálpa okkur að uppfylla væntingar þeirra sem eru að kjósa okkur. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Hvað segir þú, Brynjar? Nei, já, sko, því ég er svo upptekinn að vera í frambúði núna, sko, í borginni, í sveitarfélögum, er þetta fyrst snýst að þjónusta íbúana, sko. Og hvað fáðu fyrir peningin, öll þessar álögur sem er lagðar á borgarbúa til dæmis, hvað fáum við? Hér er einhver lögbundi þjónusta og ég segi hún þarf að mörguleiti að vera betri, peningar illa nýttið þar. En síðan er alls konar í þessu kerfi, þessum eitt er miklum peningum. Í það sem við getum ekki sagt, sko, hérna, já, þetta er lögbundið og hérna, ok, ef þetta er ekki lögbundið, er þetta að skila okkur einhverju? Sem ég held ekki, sko, þetta er bara búið til kringum einhverja, sko, oft einhverja pólitíska hugmyndafræði. Reykjavíkurborg á ekki verið því. Nei. Hún verður að hætta því. Bara einbeitir sér að skólamálum, grunninnviðum, mannréttindaskrifstofu. Nei, ég held að mannréttindi í öðru sveitarfélögum sé ekki verið þó sé ekki mannréttindaskrifstofu. Nei, þetta verður svona einhver tilbúningur. Þetta var, ég held að komi til einhvern veginn þegar voru náður pírótdóma inn í þetta og þannig að borgin auðvitað sinna einhverju, sko, jafnvel dæla peningum í einhverju svona pólitísk hagsmunasamtök að þau eru sammálaðum. Skilurðu? Borgarbúar vill ekki fá allar þessar álögur ásett þess að borga slíka hluti. Reynum að sinna þeim. Hlustum á þau. Þetta er svona fólki sem er að senda úr skilabóðum hvernig á alltaf barnaafmæli og svoleiðis. Já, sko, veist, við verðum bara, hvað vilja borgarbúar? Og hvaða skyldur höfum við gagnvart þeim? Ég upplifa það bara undanferðin ára tugi, hefur þetta bara verið þannig, heyrðu, þetta er okkar pólitíska hugmyndafræði og við ætlum bara að tróða þessu upp á fólki með góðu villu. En hvað segir það við kjósanda sem kemur til þín og bara, hver er þín stefna til dæmis í því þegar það kemur að mannúð og mennsku? Sko, ég er ekki hér til þess að gera eitthvað breyki í mannúð og mennsku, sko. Ég er að sinna bara hlutverki. Þess að það er að þjóna þessum borgarbúum. Við getum sett Jón bara í mannúðina og mennskuna, sko. Þú var kannski ekki góða maður í það. Ég er nú hérna með því félagslegri þjónustu núna. Þú veist, þetta er svona fylgd við skiptum honum á milli okkar alltaf. En sko... Það er lent mest á sér. Já, lent mest á mér. Einhver hluta vegna. En ég meina að þetta er bara til að létta á Sofíu. Hún er að bugast þetta stundum að vera með þessa manni. Þetta er ekki að ruggla svona, við erum í alvöru þætti hérna, tala alvöru pólitík. En sko, þetta mannúð og mennska og allt þetta, sko, jafnréttismál og þetta er utan þetta er allt saman bara heilmikill lagabálkur, sko, við bara stöndum okkur í öllum
alþjóðlegum samanburði þá stöndum við okkur bara mjög vel á þessu vettvangi og þá myndi einhver segja, maður skotin inn þá myndi einhver segja, býtu, já við stöndum okkur betur heldur en allir aðrir enda erum við með mannréttindaskrifstofu hérna, enda erum við með jafnréttisstofu, enda erum við með öll þessi félög sem að vinna myrkrana milli við það að viðhalda mannúð, mennsku, jafnrétti, inngildingu og fleira sem að er ástæða þess að við erum með jafn mikið, skorum jafn hátt og raunber vitni. Við skorum svona hátt að því að löggjöfin er þannig sko. Já, það er þannig og hérna önnur sveitafélög eru til að mynda ekki með einhver ofur áherslu umfram annað á þessa málaflokka. Ég er bara sammála Brynjar í því, við þurfum að hugsa hér grunnþarfir sem að okkur ber lögbundir skylda til að sinna. Það kemur á undan öllu öðru. Það á við í þessum málum, menntamálum, það á við í heilbrigðismálum, það á við til að mynda í samgöngumálum, það á við í skipulagsmálum og öllu slíku. Við eigum ekki verið að þröngva einhverjum þröngum skoðunum eins og við höfum verið að horfa hér í borginni á undanförnum árum upp á fólk. Það sem afleiðingarnar af því birtast okkur núna í því að það er meiri fjölda af íbúðum, mun meiri fjölda af íbúðum til sölu núna hérna í Reykjavík heldur en á síðast ári, svo nemur jafnvel nokkur 100 nýjum íbúðum, þær seljast ekki. Þær seljast ekki vegna þess að þær eru of stórar, þær eru ekki í takt við markaðinn og svo eru þessi bílastæðavandamál og þessar þrengingar, fólk bara kærir sig ekki þetta. Heiða segist að í morgun ætla að laga þetta með bílastæðin. Er það tvörstum? Hún ætlaði líka að laga þetta með leikskólana og hún ætlaði líka að laga þetta með lóðirnar, átti ekki alltaf að fara full í byggingum og svona. Þetta er bara alltaf sömu frasatinn hjá þessu fólki. Já, þetta er náttúrulega líka vandinn er sá að núna þegar að ég held að olíuturinn hafi slegið upp í $116 núna í gær, ég veit ekki nákvæmlega hvað hún er í dag, en það sem við erum líka að horfa upp á er náttúrulega að útgjöld ríkisins eru orðin allt of mikil sem hefur náttúrulega brenglað okkar verðskinn alveg gríðarlega og talandi ungt fólk að ég var nú að minnast á því þætti í gær, ég var að ræða við mann maður var í kringu 22 ára ætlaði að fara að kaupa svona fyrstu íbúð og hann sagði svona, já, ég hef svona eitthvað að íhuga þetta, svona eitthvað kringu norðan við 100 fermetrana og ég bara, ertu geðveikur, þú ert einstæðingur, hvað hefur þú að gera við 100 fermetra en þá var það búin alltaf að koma inn í hausina fólki meðal annars út af skipulagi stjórnvalda þar sem að þessar 83 pluss fermetra íbúðir eru ekkert að seljast en það eru líka miklu dýrari en sko minni íbúðin er að seljast ég veit, ég er að segja það en það er samt búið að brengla hugmyndir fólks það hvað er eðlilegur fermetr per haus þegar þú ert í kringu 20 og þetta er meðal annars út að skilabóðum stjórnvaldum það að Susi Social og iPhone sé mannréttindi. Já, en borgin er búin að rugla allar markaði þessu og eyðileggjan er raun og veru staðan fyrir að segja bara, heyrðu, hér kæru byggingaverktakar, hér eru tilbúnar lóðir hvernig teljið markaðin sé hvað þarf hvernig íbúið þarf að byggja þeir eru þar þeir munu bara byggja það sem þeir vita þeir geta selt það er ekkit öðrum það er málið en þegar stjórnvöld fara að stjórna sem öðrum hætti þá bara rugglaðir allt kerfið já, ég meina og þetta er náttúrulega búið að koma fram í mörgum skýrslum þar sem að verktakar eru mikið að kvarta yfir því nákvæmlega að þeir hafa ætlað að byggja á einhvern ákveðin máta og þetta er sérstaklega alvarlegt í Reykjavík þar sem að þeir hafa sagt, heyrðu, við viljum byggja hérna og svo segja þeir, heyrðu, við teljum að skipulagið sé svolítið óhagstætt arkitektin kemur til með og bendir á það líka og þeir segja við getum frekar fækkað hans fermetrunum bætt við 250 fermetra íbúðum og þá getum við selt fleiri íbúðir og hérna komið til móts við markaðin þá er það, nei, já, það er þetta þeir svo gráðugir, sko. Já, það er ekkert mál að breyta, það tekur ekki sín tíma, það getur bara breytt þessu á no time, eins og sagt er. En þetta er bara þau eru fyrst bara einhverju sinni pólitík, einhver markaður, hvað fólki vill, skiptir þetta fólk einhver máli. Og þetta hefur verið vandamál núna bara í mjög langan tíma. En það er sem sagt reksturinn, bara þá þarf að fara í reksturinn og fókusera á hann og í Reykjavík er ég að tala og það þarf að í framhaldi af því að hérna breytum stefnu og struktúr í svo mörgum málum. Það eru stóru málin, þar eru þetta skipulagsmál og samgöngumál, skólumál og þá ég bæði við leikskóla og grunnskólastig. Þarna þurfa bara að verða alveg grundvallar breytingar á hugsun og það mun ekki líða langur tími
ef þú nærða að innleiða þessa nýju breytingar og stefnu, að þá mun ekki líða langur tími þar að fólk fyrir að finna fyrir því. Þú tala bara eins og frambjóðandi Reykjavík. Já, ég nú hérna með þér, ég að reyna Hjálpa mér. Já, svona þess að halda í hendina. Hluta leiðveislunni. Þetta er hluta leiðveislunni. Hérna, það eitt í þessu samt sem að orðið svolítið bagalegt að mínum mati, sem að að núna erum við að horfa upp á þann veruleika samt að sko, stjórnmálamenn þurfa eiginlega bara að gera sér grein fyrir því pínu að stór kjósendahópur og náttúrulega töluvert stærri núna þegar almannatryggingafrumvarpið er leitt í gegn í rauninni reiðir sig á ríkið í einu og öllu, annarkvort varðar laun eða varðar framfærslu og þegar við erum komið með það að við erum að horfa upp á bara kjósendahóp sem að vinna annarkvort hjá hinu opinbera eða reiða sig á hinu opinbera að þá allir með, og maður sér þetta þegar Hildur mætir í viðtölu annað, það er spurt hérna hverju ætlar að reka, það vill enginn svara þessari spurningu út af því að þetta er orðin það stór kjósendahópur að ef að þú ert ekki beintengt hérna í þessari stöðu að þá þekkjur einhvern sem það sem líklega einhver innan fjölskyldunar. Þessi kjósendahópur þarf að átta að sjá þessu allir aðrir að það er að búið til eitthvað verðmæti til þess að geta staðið við þetta sem menn að lofa þessu fólki. Já, og það eru þetta fullt af fólki sem að sinnir þessum störfum í sínu dagstaglega lífi og það áttar sig alveg á því að þessi forgangur þarf að vera hendi. Kennararnir og fólki sem að í þeim mikilvæga málaflokki, það áttar sig alveg á því að sko, það verður ekki gert meir en að heldur að fjármagnið til þess að gera hlutina og það er fullt af fólki sem áttar sig á því að ávarslunar hafa verið rangar sem betur fyrr og það er bara þannig og það verður að breyta kúrs. Ég meina við erum líka með í Reykjavík yfir skuldsett sveitafélag, berðu bara Reykjavík saman við þessi nágranna sveitafélag hérna, sem eru bara nokkuð stór og öflug eins og Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Seltjarnarnes. Þetta er bara allt önnur staða. Þetta er allt önnur staði í leikskólamálum. Fólk er að flytja í þessi sveitafélag hérna á Reykjavík til þess að bara fá leikskólapláss. Það er allt annar staður á rekstri og lánshæfismati og slíku hjá þessum sveitafélögum. Þetta er bara út af því hvernig hefur verið stjórnað. Það eru líka nóga bílastæðan við húsin sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, þetta verður mjög áhvert. Ég er samt sko, og ég er ekki alveg sammála punkturinn sem ég var að koma með, en aftur á móti velti ég honum upp út af því að það er sumir sem ágjör á honum. En ég tel og hef mikla trú á fólki almennt og ég veit til dæmis Líka Brynjari, sérstaklega Brynjari reyndar. Okay. En það er annað í þessu sko sem að núna vinn ég á sambýli fyrir fatlaða og þetta er 50 manna vinnustæður um það bil, 40-50 manna og það er enginn að fara að kjósa til vinstri sko. En það er bara líka út af að fólk gerir sig grein fyrir þannig að þegar við erum að tala um þetta þá held ég að við hefum líka hafa meiri trú á fólki heldur en ég var að hafa rétt á hann. Ég hef bara trú á fólki. Já, ég hef alveg trú á fólkinu við þessu öllu saman og fólk að þetta bara upplifir sko það sé ekki vilji til að hlusta. Hvað þá fara eftir einhverju, hvað fólki vill sjálft. Fólk er orðið mjög þreytt á því upplifi ég. Og nú kemur kannski bara ljós í kosningu hversu þreytt það í raun. En svo kemur eitthvað panik ástand núna það að koma kosningar og fólk er óvanagt með þetta. Já, við ætlum að lofa bílastæðum og við ætlum að lofa hinn og þessu og það verður í lagi með leikskólana og allt þetta svo bara líður enn eitt kjörtímabili sko í óöfni. En það þýðir það bara við í Sjálfstæðisflokknum þurfum bara að vera traustveikjandi. Já, það er svolítið. Á hvað skrifast þetta? Þessi eyðimerkurganga Sjálfstæðisflokksins. Ef þið eru að horfa á þetta svona heildarmyndina. Nei, þetta skrifast bara á það að Sjálfstæðisflokkurinn hafði stjórnað þessari borg og byggt þessa borg upp með þessum hætti og hafi bara gengið mjög vel. Hinn allir takk sér saman með Framsókn sín tíma, allt til að útiloka Sjálfstæðisflokkinn
þetta er alltaf snúist það í borginni, að útiloka Sjálfstæðisflokki frá og þessu hafa þeir auðvitað haldið í þessi 30 ár alltaf fór Framsókn með þessu inn í Reykjavíkurlistan Viðreisn fór inn í þetta batteriðið komu og Framsókn aftur það hefur verið mál nummer 1 hjá þessu fólki það veitur málefni bíða en við erum að halda Sjálfstæðisflokknum úti þá verður þetta vera svona Já, svo kannski höfum við heldur ekki staðið okkur nógu vel í að koma og ná til fólksins þannig að við höfum verið traustveikjandi við höfum ekki náð róum miklum árangri við megum alveg horfa í við erum að horfa eitthvað í einn barm í þessu sko. en hérna en þetta er samt staðurinn en ég veit bara að vona það að hérna með sig er ekki alveg margreint ef ekki þá að hérna fara í raunverulega breytingar en eina svarið við þessari áráttu sko, samfylkingar, vinstri grænna Framsóknarflokksins núna síðast Viðreisn hefur farið inn í þetta Píratar náttúrulega eina svar fólks við þessu er öflugur Sjálfstæðisflokkur og ég tel endur að séu með mjög frambærilega stæðir ekki að núna mikla breytingar sem hafa orðið þrátt fyrir mig já, það er, þú veist þetta er eitthvað ég ætla að jafnast út jafnast svona út sko en hérna það er öflugur einstaklingar að þennanum en sko þá verður bara svarið að vera þetta að ef það á að kalla breytingar að þá mun ekkert leiða það annað en sterkur Sjálfstæðisflokkur. Er til sá veruleiki Brynjar að Sjálfstæðisflokkurinn verður nýja varadækið? Er það möguleiki í einhverjum heimi þar sem að þið eru varadækið? Nei, það er algjör útilokað. Þannig að þið útilokið samfélkinguna? Já, ég meina, þetta getur kannski ekki útilokað en í mínum huga er alveg ljóst að sko, miðað hvernig oddvitinn talar er með gamla liðið með sér ennþá sko að hluta og þá tel ég það algjörlega útilokað. Fullreynt? Algjörlega fullreynt og ég trú ekki að svo staða bara geti komið upp sko. Nei, en ég meina svo staða getur samt komið upp bara með forsendunar. Ég meina, gæti þið þá ekki fallið ykkur baka það að Dagur er farinn og Pétur virðist vera svona gamall sjálfstæðismaður sem hægt er að vinna með og það getur verið flott. En þú ert með botfræðina sósíalista með sko þetta ég tel það alveg útilokað og ég meina fólk sem bara hugsa þannig að að borgari vilt fyrir að hafa puttana í öllu og alla stjórnu öllu og hlusti ekki nokkurn mann. Ég held að þá flosna ég upp úr þessum flokki, sko, úr þessu bókstændaflokki. Sko. Ég eru bara í opinberri forsjá, alveg grimmir, menn við vorum bara afgræðið hér máli í þinginu núna í gær, þar sem að sko fólk út á landi sem að kaupir íbúð hér í höfuborginni vegna þess kannski að það á börn í skóla hérna og það hefur kannski verið að leigja þessa íbúð í 3-4 mánuði á ári þegar börnin koma heim. Það má ekki lengur. Þú verður að fara að borga því þannig að það borgar sig ekkert. En einstaklingur sem að býr í Reykjavík og á hús á Siglufirði eða einhvers staðar annar staðar út á landi, hann má leigja það út. Það er allt í lagi. Sko, það er að því að þá að breyta húsnæðismarkaðinum í Reykjavík og þá var ekki tekið tillit til þessara sjónarmiða. Það er svo ótrúlegt hvað er lítið hort til fólksins sem er þarna undir. Það eru fjölskyldur og heimili á bakvið þetta alls saman. Nei, það skal bara vaðið áfram þrátt fyrir mjög alvarlegar áðvaranir. Viðvaranir með þetta. Óskýrum að við myndum breyta þessu fyrir þennan hóp fólks sem er nú ekki fjölmennasti hópurinn í landinu. Þetta er alveg eins og með þetta frumvarp sem við afgreiddum líka sem lög í gær sem á að tengja lífeyris- og örorkugreiðslur við hérna vísitölu. Alveg sama hvað menn vöruðu við þessu, þetta veri verðbólguhvetjandi, þetta myndi ekki ná þeim markmiðum sem aðværi stefnt. Seðlabanki sagði þetta veri heilalaust. Þetta væri jafnvel eins og Stefán hjá Eflingu sagði mér sko, og Sólveig Anna sagði sko, nei, þetta er ekki rétta leiðin, sko, þetta muni ekki ná markmiðum sínum. Öll verkalýðsforystan, allir aðilar vinnumarkaðurinn, samtök atvinnulífsins, Seðlabanki Íslands, fjármálaráðuneyti sjálft í umsögn sinni,
fjármálaráð, nei, þetta skildi fara í gegn. Sko, það er þetta sem verður svo dýrt í pólitíkinni. Ég segi oft að pólitíkin samfélaginu alveg opbóðslega dýr, og það þegar að eru svona ólíkir flokkar sem þurfa að fara saman í ríkisstjórn í þessu tilfelli. Og þú talar á reynslu líka? Já, ég tala á reynslu, því miður, og menn vita það nú að ég var í stjórnarandstöðu ansi vel á þeim kjörtímabilum, og þegar ég var ráðherra gerði ég hluti sem að pirraði samstarfsflokkarna mjög mikið. Þú pirrar nú alla, sko. Já, nokkurn veginn. En þú veist, þetta verður svo dýrt. Þegar þú nærið ekki sama like-minded hópum í pólitíkinni, þá kemur þetta. Þá verður til þetta mannréttindaráð, og það verður til alls konar svona krúsidúllur, af því að menna alla hanga á stólunum. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land, og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni, og því mikilvægt að huga að báðu, og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin. Heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, en það svo eitt svo merkilegt við þetta, sko. Það allir sem eitthvað hafa vita málum og hafa eitthvað þekkingu, sérfræði þekkingu, vara við þessu. Það ekki hlusta á það. En svo þegar þetta fólki hendar, þá alltaf við höfum að hlusta á sérfræðingar. Nótið alltaf. Og þá bara einhver sérfræðingur þeirra vegum með eitthvað, sko. Kannski jafnvel sem eitthvað mjög umdeilt. En þá kom bara einhver sérfræðingur og sagði eitthvað, og þá höfum við að gera það. En nú nánast bara allir nema sérfræðingar í ríkisstjórninni sem bara vara við þessu. Þetta algjörlega galið. Og auðvitað vitaðu betur, sko. Bæði Kristrún og þetta hluti af plotti, sko. Kristrún og Daði vita miklu betur. Hvað plottið? Þau vita miklu betur. Það bara plottið að halda ríkisstjórninni saman. Hvað á flokku fólksins að fá fyrir þessa Evrópu ESB vegferð hinna? Það bara það sem þetta og hvað á flokkur og fólksins að fá fyrir þessa skattahækkanir? Þannig bara horfur á þetta. Þetta er svona skítadíll að milli þess að flokka til að geta haldið þessu samstæði saman. Alltaf á kostnað íbúana, sko. Akkur var ekki búið að leggja fram þessa þingsályktunartillögu að fara í þessar aðlögunarferli við Evrópusambandið. Akkur var ekki búið að leggja það fram fyrir. Það að því að það hékk á grásleppu frumvarpi. Og grásleppan var, sko, og við vorum að segja þetta í ræðum okkar og svona, og þau bara hneykslaðust á þessu. Daginn eftir að grásleppulögin voru komin í gegn, þau ólög sem að það eru og munu verða dæmt sem slík, þau vita það, þetta er lögbrot hvernig þetta var unnið. Við vorum með bréf frá lagaskrifstofu Alþingis sem að sagði bara löggjafanu ber skylda til að framkvæma þessa úttekt á þessu máli og láta skoða þetta. Þeim var alveg sama. Það bara til að koma því í gegn að því að daginn eftir kom fram þingsályktunartillaga aðlögunar samtal við Evrópusambandið. Áframhaldandi. Ekki tilvíðun að gerast ákveðan þenn tíma, sko. Nei, það ekki tilvíðun. Það var bara beðið. Sko. Og þetta fyrst mér blasa við og alveg hvað sem hver segir. Og mér finnst þetta, sko, ótrúleg ósýnni hvernig þessi ríkisstjórn hefur unnið í þessu málum. Já, það margt, sko, út af því að nú þekki ég ekki praktíska atriði, en náttúrulega sko Kristrún náttúrulega best, og ég er mjög ánægður að séu að virða regluna það er bannað að gagnrýna Kristrúnu í þessu hlaðvarpi. Nei, hún það sem að mér finnst slæmt við hana Kristrúnu og auðvitað strax að vera að brjóta þetta. Já, bara einn mesti löstur, sko, sem að fylgir fólki, sko. Það hversu ósvífun sko. Ósvífun? Já, ósvífun. Hún margt, hún ekki ósvífun. Hún ósvífun. Já, þegar þú hallar sannleikanum þrátt fyrir að hafa
vita betur þá þurfa sér búin að lofa og segja Það er nú hluta þá- pólitík sko. Nei, það er ekki eins og hún gerir þetta, bara alls Nei, ekki. þú verður að fylla Það hefur í aldrei verið hluta minni pólitík. Nei, en það sem mér finnst bara, veist, að því að má ekki gagnrýna sko. Hún hefur örugglega margt til brunns að bera. brunsabera og allt það og hérna eins og margir eru hérna, eitthvað til brunsabera og allt það. En það sem mín upplifun sko utanfrá er bara það sem mér finnst hún að vera að missa kúlið. Allar valkjöldar svara bara með skætingi. Það finnst mér ekki ganga. Hún gerir það til að mynda í þættinu hjá þér daginn. Hún svaraði bara með skætingi. Nei, Mér fannst það. hún svara með skætingi í óundurbunum fyrirspurnum. Já, Hún já. veist, auðvitað skilji alveg að ráðherra vera pirraði sko. En hérna, menn verða svolítið að halda haus. Ég meina, Inga gengur þetta langlengst í þessu bara og svarar ekki sko. Bara bunar bara einhverju skít á fólk sko. Já, en er þetta ekki bara orðið þungt? Ég man nú þegar að hérna, ég mennist þess, hann var ekki búin að rifja þetta upp síðan, ég var bara að munna þetta núna, þegar að Birgir Ármannsson er upp í hérna, stól hérna, forseta. Bjarni kemur upp í pontu að tala um Íslandsbankasölumáli og hérna Birgir byrjar að hamra á bjöllunni út af því að Bjarni er að tala svo lengi og Bjarni snýr sér við með sko æðisgengnu augnaraði, alveg sko brjálaður og Birgir Birgir. Þannig að sko, punkturinn minn ástæðan fyrir ég að segja þetta er bara, ég meina, það er orðið þungbært og Kristrún fær náttúrulega 10 af 10 frá mér fyrir þetta viðtal og það hún stóð sig frábælega og hún gerir alltaf. Hins vegar, eins og ég hef sagt í þessum þætti áður, að þá tók hún helviti stort upp í sig með því að segja að planið væri rauninni að virka og þau tala um alltaf hraðahindranir, eins og þetta sé einhverja smá hraðahindranir að stýrivexti sé að hækka og maður svona, þau þurfa að fara varlega í yfirlýsingar út af því að þetta plan er auðvitað ekki að virka sem að reyndar þegar að Daði Már Kristófersson fer upp í pontu og vitnar í Eisenhower og segir plans are worthless, planning is everything, að þá gerði hann sér ekki grein fyrir því að hann var að reyna að segja að planið sé orðið merkingarlaust út af því að hann þurfa að fara að bregðast við út af því að Eisenhower og alltaf þegar fólk nefnir þetta að þá er það bara í samhengi við það að þú þurfa að bregðast við nýjum aðstæðum og kasta plagginu út af hafsauga. Sko ég veist, auðvitað er stjórnlendi því að það var að bregðast við aðstæðum utanaðkomandi. Við þurftum að bregðast við COVID, við þurftum að bregðast við Grindavík. Daði segir að það hafi verið alveg gali hvernig heldur á hlutunum þá. Samt var alltaf verið að tala um að þetta væri ólítið. Já, samfélkingin og Samfélkingin fæst allt og lítið. Já, og virðist. Þannig að þau vilt alltaf bæta í, sko. Þau stuttu þetta allt hjá okkur en alltaf með tillögur að bæta mér í. Já, en sko það sem ég finnst bara ekki alveg nógu gott hjá þeim sko, er að þau í eigin aðgerðum er að ýta undir verðbólgu og hagvexti. Og svo bara, veist, ef það er eitthvað gagnrýnt þá bara svara með þjósti og stælum. Það gengur ekki að mínu viti og það finnst mér að hafa öll klikkað á sem eru forsvarsríkisstjórn núna undanfarið. Ég skil alveg streituna, það er ekkert að ganga upp hjá þeim en þau verða lítið í eigin barm líka. Þeir geti bara ekki sagt eitthvað utanákomandi. Það hefur ekkert verið hingað til, það verður kannski fyrst núna. Nei, og það er ekki eins og það hafi verið vara við því. Ég menna þessar gjaldahækkanir sem verðum áramót. Þetta byrjaði bara í hækkun á launum þingmanna. Við höfðum, sko, þegar við svona aðstæður, þá höfðum við tekið áður ákvarðinu það hækka ekki meira heldur en bara verðlag eða verðbólgumarkmið Seðlabanka. Sama höfum við gert á undanförnum árum í gjaldahækkununum. Þrátt fyrir að það verið verðbólga, þá höfum við bara hækkað verðbólgumarkmið Seðlabanka. Þau hikuðu ekkert við að fara bara upp með þetta, innleiða allar þessar hækkanir að fullu. Fyrir utan náttúrulega vörugjöldin sem þau lögðu á bílana í viðbót, kílómetragjaldið sem er nú einhver framkvæmd sem er algjörlega komið niður niðurfalli, sko, en það er engin þjóð í heiminum sem að fer þessa leið, ekki segi veit það var allt aðra leiðir og það voru ótal aðilar að vara við þessu, ekki gera þetta mun auka verðbólguna. Það var endar eitt í þessu líka með kílómetragjaldi sem ég held að hafa verið sko pólitískt mjög hentugt fyrir þessa ríkisstjórn út af því að fólk náttúrulega sama eins og með húsnæðisverð þá erum við brengla verðskinn á því hvað raunverulega verðmæti eru fyrir hendi en ég tók eftir að dísillin er komin upp í 250 krónur
sem hann var ekki á sínum tíma, en fólki finnst ekki skrítið að sjá 250 á auglýsingaskiltunum, en aftur á móti gera þess ekki grein fyrir því að það er að borga kílómetragjaldi ofanálag. En þessi sko bensínverðahækkun er orðin gríðarleg, sem er náttúrulega að vera verðbólgu hvetjandi. Ég var að tala við mann sem rekur sendibílaþjónustu og hann segir bara þetta mun hafa mjög mikil áhrif á alla verðlagningu hjá okkur, sem er auðvitað þá hafa afleitt áhrif á verðlagningu. Og þá komaðu fram og segja, þetta gengur ekki, sko, atvinnulífið sé að hækka hér einhverja þjónustu sína, sko. Það gengur ekkert, sko. Það er að svíkja stéttarfélögin. Það er að svíkja, þau eru að svíkja hérna og þið, sko, við tökum, okkur tekst ekki að nániði verðbólginum í samstillt átæki. Svo dælaðu inn einhverjum álögum og hækkunum á fólk og fyrirtæki og rekna ekki með því að það hafi áhrif. Þetta eru þetta setja eitthvað útgjöld á sjálfstýringu, sko, með þessu sem er að samþykkja núna, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate, en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð, en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa, og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is, skráið ykkur í áskrift. En svo erum við líka bara í mjög vondri stöðu og ég sagði það nú fyrir einhverjum mánuðum síðan að síðasta ríkisstjórn, ef við tökum hvort hann hafi verið 7 eða senstu 3 árin, að þá voru kjarasamningar 2019, endurskoðun 2023 eða 2022 og 2023, þannig að þetta var alltaf, sko, ég held að þetta hafi verið 3 eða 4 kjarasamningar sem að voru þannig á þessu tímabili og það hafði langmest áhrif á ríkisstjórnarsambandið, miklu meira heldur en flest allt annað, þegar við varum sko með fríar skólamáltíðir og það var einhvers konar bitbein og fleira. En ég sagði alltaf, þegar þessi ríkisstjórn þarf að takast á við kjarasamninga, þá verður þetta fyrst orðið partí. Það er Halla Gunnarsdóttir kemur fram og segir við erum bara með eitt tæki og það er að hækka laun. Seðlabankastjóri segir, ég er bara með eitt tæki og það er að hækka stýrivexti. Og maður svona, já, góðan daginn. Já, Þetta verður skemmtilegt höfrungarhlaup. Það er hættan. Annars veistu hvað, að ég held að og ég bara ber það traust til aðila vinnumarkaðins núna og meta svolítið út frá því bara hvernig þau hafa verið að tala. Ég veit að Halla hefur sagt þetta, en hún hefur líka sagt, sko, við áttum okkur á þessu, ég heyri hvernig Sólveig Anna talar. Hún dróði Landíkar í hérna bítinu. Já, þau bara svona þau ræða þetta þannig, það þarf eitthvað að gera, en sko þessar stéttir get ekki borið hitan og þungan einan, sko, og það hefur bara algjöran skilning á, sko. Ríkið verður auðvitað að ganga þarna undan og það er auðvitað alveg með ólíkindum. Eftirlitsleysið í kerfinu okkar, þegar svo staðreynd blasir við, að laun ríkisstarfsmanna hækkuð 11% að jafna á síðasta ári. Það er náttúrulega bara eitthvað galið, sko. Þá er kerfið ekki að virka þess að virka. Nei, ég meina, vinnumarkaður á Íslandi er náttúrulega bara í mólum, hefur verið í mólum alltaf tíð, sko, og ef menn koma sér ekki út úr þessu mótili sínu, hvernig þetta er gert, þá bara verður við sér verðbólgu. Alveg saman þó fyrir mig í ESB og hvað er það, sko? Þetta er það sem Bjarni var búin að tala um í mjög langan tíma, að reyna að knýja fram breytingar á vinnumarkarsmódelinu, vinnumarkarslöggjöfinni. Ég held að ég fari með rétt þegar ég segja að vinnumarkarslöggjöfin er að uppistöðu til frá 1929. Já. Það er náttúrulega, segir bara sína sögur. Já, sko, lögin er ekki frá 38, lög og stéttarfélag og vindelur. Það getur verið. Nú er ég að reyna að hugsa til háskólaáranna því ég er að læra þetta, sko. Já. Ég er að reyna með rámar að ég að þessi 29. Það er allavega eitthvað. Já, það er eitthvað sem ég held að 22 frá 1938. Já, ok, aukaðri. En það er ekki hægt að ætlast til að muni þetta. Þú mást nú alla hvar þú ert á hverju stundu, sko. Þannig að en ég segi það að ef vinnumarkaður tekur ekki mið að efnaðs ástandökurum tíma, þá lendur alltaf verðbólgu og hávöxtum. Alveg sama hvar við erum. Og þetta veit fólk, held ég, eða flestir. Og ef við komum okkur ekki út úr þessu, að þá bara því miður höldum við þessu áfram.
Já, ég meina, það var, ég held að það hef verið, man ekki alveg hvernig það var sem að, sko, aðila vinnumarkaður eins og ásamt opinberum aðilum fóru heimsóttu öll Norðurlöndin með tillit til þess að skoða þeirra fyrirkomulag. Og út úr því kom þetta SALEC, umræðinu þetta SALEC samkomulag. Og menn voru alveg sammála það þarna hefur náðist árangur með öðruvísi vinnumarkaðsmódeli og hvernig er að nálgast, hvernig menn nálgast í kjaraviðræðum og slíku. Það eru örfáir aðilar sem að leggja línuna í því og það var alveg á síðustu metrunum sem það brotnaði það að koma í gegn þessu SALEC samkomulagi, en það var út af einhverjum aðilum í verkalýðshreyfingunni sem að beiluðu. Það var bara pólitík, sko. Það kemur alltaf náttúrulega, já, það var pólitík kannski, svo kemur alltaf þetta, sko, það er einhver eitt sem situr eftir að segja, já, sko, ég verða að fá hækkun og þá er ég til í SALEC, sko, ef ég er búin að ná einhverju og þar með hefst einhver hlaup á milli stétta í þessu. Við verðum að komast út úr þessu. Ábyrgð okkar er mikil í því. Það þurfti að jafna stöðu og opinberra starfsmanna og starfsmanna á einkamarkaði og svo bara flýgur opinberri markaðurinn bara upp, sko. Já, þetta er líka orðið svo blygðunarlaust, maður er bara að taka eftir því að ég er ekki fjölmiðill en ég ræði við fjölmiðla. Já, ég er sammála fjölmiðlun en þú ert fjölmiðill. Nei, já, það getur drullað. Nei, sko, fjölmiðlun er mjög mikilvæg og ég treyst henni og ég treyst á hana. Ég er endar, sko, maður tala við fólk um stjórnsýslunar. Það finnst öllum fjölmiðlunum að vera algjörlega til óþurftar og leiðinda. Það er bara, maður tala við stjórnmálamenn, þeir bara segja ég skil þetta ekki, maður tala við þá sem að vinna stjórnsýslunar, það er bara ég skil ekki hvað þetta fólk er að gera, en svo er þeir náttúrulega bara út af því að Framsóknarflokkurinn komið svo á laggina á sínu tíma og stækka. Þessi er bara, við erum að starfa til lög og þið getur skam okkur, sko. Já, ég hef líkt þessu við milligram. Þú ert með mörg svona stofnanir eða samfélag sem er bara hægt að setja út á markaðin. Ég meina, þetta er bara ferðamálastofu. Látum bara samtök ferðaþjónustunnar að sjá um þetta. Ef það er einhver að stimpla, þá er bara einhver lítil skrifstofa niður í ráðuneyti sem að sér um að stimpla eitthvað. Þú getur tekið svo margt í þessu, allar þessar eftirlitsstofnanir, hvort sem að það er sko MAST eða samgöngustofa eða hvað það er heita. Hafðu bara vottað aðila sem að framkvæma þessu úttekt fyrir fyrirtækin. Þú kaupa sér þessa þjónustu bara og eru bara með þessa þjónustu út í bæ, alveg eins og við gátum allt í einu látið sko ríkið bifreið eftirlit ríkisins, voru þeir einu sem áttu að skoða bíla og maður beið og þegar maður átti druslutar í gamla dag þá var hann búin að læra það að þeir eru svo miklu líparari kallarnir í Hafnarfirði sko og sérstaklega var kona að koma í bílinn, að maður slapp alltaf í gegn, en það var bara bifreið eftirlit ríkisins og þú beiðst þarna í löngum bifreiðum, svo bara allt í einu var þetta opið og frjálst og það er bara skoðunastöð að skoða bílan okkar. Þessi hugsunarháttur hann verður að verða meira ríkjandi í íslensku samfélagi ef við ætlum að auka framleiðinni samfélagsins sem þetta gengur allt út á og þar með að bæta kjör fólksins í landinu. Þetta hangi bara saman. En saknar ekki ferðaskrifstofa ríkisins? Þú fórst ekki til útlanda? Nákvæmlega, ferðaskrifstofa ríkisins, skipaútgerð ríkisins. Davíð og Friðrik og Kó sem að voru þá á ferðinni, þeir gerðu þetta mikinn usla í þessu öllu og einfölduðu kerfið, en við höfum allt og mikið sleppt hendina því á undanförnum árum. Og það er kannski þessi pólitíski órói líka sem að veldur því. Þú kemur bara ekki saman like-minded ríkisstjórn. Friðrik Sófusson og Heiða Guðjónsson komur endar, ég held þeir verið komin í hjólastól, þeir rulluðu inn á viðskiptaþing, ársþing viðskiptaráðs, man ekki nákvæmlega hvað þetta hét. Jú, viðskiptaþing, já. Já, viðskiptaþing. Já. Og þar rúluðu þeir saman inn. Á sviðinu. Já, og þar rættu þeir meðal annars að, svona hvað hefði gerst á tímum Friðrik Sófussonar og Davís. Þar voru þeir að tala um svona ýmsar stofnanir sem hefði verið einkavæddar og maður náttúrulega uppskar hlátur út af því að þetta voru svo sérkennileg fyrirbæri sem var verið ríki var að reka. Og ég hugsaði með mér sko, hvað við tækjum þetta, er eitthvað svona sem að við höfum einkavætt eða gert betra sem á náttúrulega bara ekki að vera höndum ríkisins sem að fólk sér eftir. Með dettur ekkert í hug. Nei, fólk sér, sko, ef þú bara klárar þetta og gerir þetta þá sér enginn eftir þessu. Allir hægt að tala um það eftir nokkra daga sko. Og ég hef sagt það bara margt annað, en bara sumt er svo erfitt að koma í gegn þó að allir sjáu það er skynsamlegt,
bara samt. Og svo er þetta tilfinningarlega sæðli, sko. Og svo er þetta að hafa áhrif inn í, sko, bara það svona frjálsa markaðshagkerfi sem við erum með almennt, sko, að þá er þetta að hafa svo mikil áhrif þar inni, bara tökum fjölmiðlamarkað og það er fjölmiðlanefnd sem að, ég veit nú ekki alveg endilega til hvað sér, sko. Nei, og sín, sko, daginn sem að sín þarf að leggja í laupana með því að selja til Símans, að þá er fjölmiðlanefnd að sekta fyrir, ég veit ekki eins og hvað, það var bara einhver algjör fáránleiki. Já. Og fólk bara tengir þetta tvennt. Nei, sjá, við erum með þennan stóra risa á markanum, Ríkisútvarpið, sem að bara, sko, belgir sig stöðut út, meira þess að koma inn í svo hlaðvörp og alls konar, þú veist, óþarfa, algjörlega farið frá core businessnum sem að svona, það var hugsað fyrir algjörlega óþarft í sjálfu sér sem slíkt í dag, sko. Markaðurinn gæti alveg séð þetta en þetta tekur bara alltaf pláss að það verður ekki pláss á þessum litla markaði fyrir þess að sjálfstæðstárandi fjölmiðla. Er það þetta sem fólk vill? Ég held ekki. Ég held að fólk væri alveg tilbúið að draga svolítið úr umfangi og starfsemi RÚV og umtalsvert og láta það svolítið flæða yfir til annara fjölmiðla. En það sem hefur truflað mig lengi, alveg bara þegar ég bara var lögmaður, sko þessar stofnanir margar hverjar sem eiga auðvitað að vera þjónust okkur, sko. Gera okkur lífið auðveldara og jafnvel leiðbeina. En þetta hugafærið ekki þannig, sko. Hugafærið, ég ætla að ná einhverjum, sko. Ég ætla að gera mönnum erfitt fyrir. Þetta er spurning hugafar og ég held að það hafi ekki verið gott í öllum stofnunum í gegnum tíðina og ekki enn. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Nei, og svo það bara, hvert á hlutverk ríkisins að vera. Ég ætlum að tala um það, eins og með iðnaðarmenn sem við þurfum nauðsynlega á að halda, að vita það mjög margir, það eru 2 verð, það er eitt sem ég get gefið upp en svo annað verð sem ég get bara greittir í reiðufé. Og ég hef alltaf verið að segja, af hverju erum við ekki bara með nægilega lága skatta á svona starfandi stéttir með bara, ég getum bara sagt, bara hörð viðurlög við því ef að þú ert eitthvað að skjóta undan, en ég meina, svo getum við haft þetta í kringum 11%. Þeir eru hvað sem að þjónusta, sko nauðsynlega þjónusta. Þegar allir sem maður í háskólanum að tala um það hvað eru mörg kyn, að ef að klósetti fyrir vol, þá þurfum við allt í á iðnaðarmönnum að halda. Svo er það eitruðu kallmennsku sem ríkir þar. En þetta er ekki bara hugmyndafræði sem við tala um, sko. Við höfum líka bara staðreyndirnar fyrir framan okkur að þetta er svona. Ég man alltaf eftir því þegar að Gunnar Birgisson barðist mjög fyrir því að lækka erfðafjárskatt og hann fór niður í bara mjög sanngjarna prósentu. Hvað gerðist? Það jukust skatttekjur á erfðafjárskatti. Það eru það hærri heldur en það voru áður. Það er að því að fólki fannst ekki verið tiltökum mál að borga þennan skatt og bara voru ekki neinum feluleik með einhver dánabú. Og þarf maður ekki að fara að kaupa einhverjar eignir og vera að færa þær eitthvað til og þegar iðnaðarmenn voru þegar það var orðið þannig að þú gast sko fengið endurgreitt alveg upp í 100%, svo var þetta nú í 60%, virðisaukaskatt að vinnu iðnaðarmann á verkstað. Sem var bara mjög gott skref og því miður hefur gengið tilbaka. Hvað gerðist? Bara stórjókst skilin. Þetta er nákvæmlega svona og að við skulum þá ekki gera meira af þessu þegar við höfum dæmin fyrir framan okkur að þetta er hreinlega eigur tekjur ríkissjóðs þegar upp er staðið. Þetta er Laffer-kurvan sem að byggja því að það er náttúrulega alltaf miklu meiri tekjur af því að taka 10% af 500 miljardum heldur en að taka 20% af 100. Já. Það er svolítið þetta sem að fólk oft gleymir. Ég er tilbúin að leggja undir með ykkur hérna. Að eftir ekkert mjög langan tíma. Fjölmiðlarnir mun skamma mig fyrir að það sé verið að gera veðmál hérna. Okay. Nei, þetta er, já, ok, þá skulum við bara hafa þetta þannig að ég er tilbúin að segja það og ég veit ekki hvort það þið eru sammála mér. En þessi ríkisstjórn sem er núna auðvöld,
hún á eftir að koma með á næsta þingi fleiri skattahugmyndir. Ég ætla að lofa ykkur því. Og það var ágætt sem að kom ég fram. að veðja á því Já, ég veit það ekki. Já, ég meina Kristrún Frostadóttir sem var nú í heimsókninni hérna hjá þér og ég hlustaði á þáttinn. Þessi stjarnaðín, sko. Að hérna, hún sagði, Þórarinn, hugsaðu þér það, ef við hefðum ekki hækkað gjöldin, þannig ára mótorslúð, bara hækka skattana, sko, þá hefði það ekkert komið við verðbólguna, þá hefði það ekkert farið inn í verðbólgumælingar. Sýnir sér alveg hvert þetta fólk að fara. Þá bara hækka skatta. Já, en það Hækka heitir gjöld og náttúrulega leiðir skatta. þetta eða fylla í glöfunar. Já, þú var að nota rétt orðin. já, ég fyrir ekki við því. Nei, ég veit að Ég sagði nú einhvern tíð þegar ég var í dómsmálaráðuneytinu þegar var verið að ræða þessu útlendingamál. Þá sagði ég að það er ekki mitt hlutverk að vera að ljúga fólki, sko. Það er ekki- Þú lest mig svo gera það. Nei, Nei, það tók ekki mark á þér hvort þið var, sko, þannig að það var þetta að láta þér segja hvað sem er. ég finnst það bara að vera komin á einhvern veginn sama stað eins og var á milli 1970 og 1990. Það er bara vaðið áfram eitthvað sem mönnum bara réttlátt og svo bara eru bara vextur og verðbólga upp í háum hæðum. Og enginn vill taka ábyrgðina. Enginn vill horfa neitt til sín. Svo bara heldur þetta áfram. Og mér finnst ég vera að horfa á svo dæmi gerðu vinstri stjórn eins og hefur bara verið í Evrópusambandinu alla þessa öld og rúmlega það sem Evrópusambandinu var til, þá hafa vinstrimenn og miðjumenn verið í meirhluta. Og hvað gerist? Reksturinn, atvinnurinn, allt þetta veikist. Gerist ekki á einni nóttu, sko, jafnt og þétt. Svo vakna menn núna upp við það og eru loks átt að sjá því að þeir hafa dregist aftur úr Bandaríkjum og Kína. Og ekki smá. Nú þurfum við að gera eitthvað. Þetta kerfi hjá þeim allt á sjálfstýringu. Þeir muni ekki ráða við neitt. Ég hef reyndar sagt þetta sko eins og með Evrópusambandið að ég var ekkert eitthvað þegar ég skildi þetta ennþá sem kol- og stálbandalagið sem að bara strömlínulega ferla varða viðskipti, þá var ég bara flott, en svo aftur á móti þegar maður að kenna sér þetta betur og þá er þetta eins og þeir reyndar sjálfur segja og það er það sem mér finnst vera skrýtnast í þessu öllu. Mér finnst þess að ég sé bara í einhverjum öðrum heimi heldur en flestir og kannski það er þetta að færa rauk fyrir síðastundum. En þeir eru sjálfur búin að viðurkenna þetta regluverk sem við erum búin að koma okkur upp er búin að sjá til þess að við fórum úr 95% af framleiðslu Bandaríkjanna niður í 65% og munum fara niður fyrir 50% ef framferð sem horfir. Við vorum, ég ætla að fá að klára þetta, við vorum 25% að heildarframleiðslu heimsins fyrir örfáum árum, við erum komin niður í 14% og munum fara vindu fyrir 10%. Og núna þegar þeir segja þetta, að regluverki hafi alveg bara gert á bara ónýtjungum, varðar það að vera einhverja samkeppni, að þá segir við hvað skrifa ég undir. Get ég tekið upp þetta regluverk? Já. Nei, og ég ætla bara að segja komið dæmi. Ég var í heimsókn á vini mínum í Danmörku núna fyrir stuttu og hann rekur 80-90 manna fyrirtæki. Það er í fatnaði og framleiðslu og sölu fatnaði. Og ég heimsótt hann skrifstofunar og ég var að heilsa upp á fólki með honum og svona og þá bendur hann þarna þessi þrjú þau eru bara að vinna í því að krafsa sig í gegnum regluverk Evrópusambandsins. 3 starfsmenn á skrifstofunni allan daginn bara að krafsa sig í gegnum það og fylgjast með öllu nýju og svoleiðis. Og ég sagði, er þetta ekki að breytast? Nei, þetta er ekki að breytast, þetta er að miklu meira að versna. Þetta er maður sem að ég er búin að þekkja í yfir 30 ár og hann hefur oft sagt við mig fyrir nokkurum árum að hann skilji ekkit í okkur að vera ekki aðeinar af Evrópusambandinu. Hann sagði við mig núna, ég var að segja um kosningarnar, hann sagði bara látið ykkur ekki detta það í hug, sko. Þetta bara versnar og versnar. Já, ég Þetta er alveg talandi dæmi, sko. Sko, ég hef á tilfinningur svona hægri menn í Evrópu síður óttið svolítið frákvæður á þessu og segja að það verður að fara í gagngera breytingar og heyrir það á kanslara Þýskalands og hægri menn finna bara að þeir eru búin að tapa sér bort. Þetta er bara regluvæðing vinstrinsins endalaust gjarnan í nafni mannréttinda eða eitthvað skilur eða umhverfisverndar eða loftslagsins eða hvað eina. Það er bara með heilt kerfið í kringum loftslagið. Já, og
og hægri menn áttu að segja að við sömdum þetta bandalag sem áttu að gera okkur sko efnaðslega sterkar í samkeppni við heiminn. Það hefur algjörlega og forða okkur frá styrjöldum innbyrðir styrjöldum á yfir. Það hefur algjörlega misheppnast, Þórarinn, algjörlega misheppnast. Og á sama tíma eru við að fara að kjósa það hvort við fara inn. Já, ég líka sko út af því að ég hlusta á meginlandið sem sem sagt þáttur undir stjórn Helgu Völu sem samflokksystir ykkar. Djók, hún það fyrir samfélkingar. Já, við erum aðdáendur hennar. Já, sérstaklega Brynjar. Sérstaklega þú Brynjar. En þar var ég held að Sofía nafni sem komið það. Já, þar var verið að ræða við ungt fólk samgöngumál. Og þeir voru að segja að þetta væri svo frábært út af því að það væri svo mikið af svona vegum og göngum svona að ef þú keyrir í gegnum Evrópusambandsríkin að þá sérðu fullt af svona einhverjum vegum og göngum og hvað og svona borgað af European Union. Og ég hugsaði með mig bara, já, ok, en við erum alltaf nett og greiðendur út af því að velmegun hér töluvert meiri. Þannig að í grunninn erum við þá að fara að sjá það sko, að Evrópusambandið ætlar að taka til sín tekjur, merkja sér einhverju samgöngu innviði og segja svo að við séum að græða á þessu. Þegar við erum alltaf nett og greiðendur. Já. Einhver borgar fyrir þetta. Já, nei, ég meina það talið að það svo sem þú tala liggur ekki fyrir og það þetta þessi upplýsingaóreiða sem kringu þessa þingsályktunartillögu núna, hún mjög óheppileg og úr henni verður að bæta. En það talað sko 20 milljarðar, hvort það eru 40 milljarðar eða 60 milljarðar sem verður nett á greiðendur. Það að segja, það umfram, það þá greiðslur umfram það sem að kemur til landsins í formi styrkja eða annarra hluta frá Evrópusambandinu. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. Já, menn áhverju ættum við að vilja þess að styrkja ef við erum að borga meira enn í púlinu? Nei, þetta bara jafna. Þetta bara jafna. Þetta eins og að kaupa sér bingomiða þar sem að vinningurinn lægri heldur en þátttökugjaldi. Já, þetta bara svoleiðis. Já, en það bara sumt fólk og mér sýnst að vera sérstaklega vinstri í þetta sem bara eru ólmi að komast að minn bara ólmi í það einhvern veginn trúa því að þetta batteri muni einhvern veginn gera það verkum að hér hverfi bara vextir og verðbólga og það verður okkur uppgangur. Hvaða forsendur höfum við fyrir því? Engar. Að selja fólki þetta í dag. Og heimurinn að breyta strax sko. Þarna kemur inn þetta sem ég var að nefna áðan með ósvífnuna. Ég kallaði þetta ósvífni hvernig þetta framborið gagnvart þjóðinni og við vændum það að vilja ekki treysta þjóðin og eitthvað svona kjaftaði sko. Þú veist, það algjör upplýsingaóreiða. Ég meina Kristrún búin að segja margt í þessu samhengi. Fyrir kosningar og eftir kosningar hvert á hlutfall að vera. Þetta þarf að vera breið samstæði í þinginu. Það náttúrulega minni hluti fyrir þessari vegferð í þinginu raun og veru þó að flokkur fólksins gegn því að fá í gegn alls konar vitleysismál sé búin að þvinga þau fyrir vegg og kostar en í grunninn erum við á móti aðild að Evrópusambandinu og eigum ekki að vera að fara í þessa vegferð hún segir líka já það þarf að vera breið samstæða meðal þjóðarinnar hún nefndi sko 70-80%. Nei eða 70-30 það að segja sko já við það 70-80-150 já, nei ég átti við að 70-80% að vera já ég veit það við erum nú vinir þú ert fín en það ljóst að þetta algjörlega í játnum sko, með að við allavega hvernig staðan í dag ég enda trúi því að þegar að svona all kurl koma til grafar hvort sem þetta verður 29. ágúst eða eitthvað aðeins seinna sem væri, það til dæmis dagsetningi hún valin til þess að það verði ekki vettvangur í þinginu til að ræða þetta mál í aðdraganda kosningana. Það all lýðræðis sko veislan sem þau eru að bjóða upp á alltaf
og allt orðskrúðið í kringum lýðræðis ást þessa fólk sko. Að það má þingi má ekki vera að koma saman sko. Nei, þetta er líka 2 dögum áður en að kjarasamninga verða lausir og þeir munu náttúrulega losna. Já, en sko, þú veist, hvenær sem þetta verður haldið, þá ætlum ég bara að trúa því að það verður kosið, fólk áttar sig á því að það er að kjósa aðlögunar ferli sem að fer á stað, menn kosta okkur milljarða króna, bara þetta ferli og sem er kallað viðræður og hérna við erum að kjósa það hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki. Ég er bara svo lítið stressastrákar. Ég alveg talað út af því að ég er það líka, ég líti á þetta sem tækifæri. Ég væri stressaður að ég væri á móti aðild og þetta væri bara svona, hvað var að segja, bara svona þokkalegar horfur. Ef þetta væri 2017 þá er reyndar örugglega bara verið hlindur í því að taka upp evru og hérna fá einhvern samkeppnishæfan gjaldmiðil og fleira. En látum það liggja milli hluta. Í dag er þetta svo ævintýralega heimskulegt að ég treysti þjóðinni til að segja nei við aðildarviðræðum. Í alvörunni. Ég bara, út af því að við sjáum núna... Jú, ég get alveg treystið til þess, en maður samt heyrir í svo mörgum sem ég er vissum að sé á móti þessu. Já, sem segir, er ekki alltaf að kíkja á þetta? En allir sem eru búin að kíkja í pakkan gera sig grein fyrir því hvað þetta er ævintýralega vitlaust. Já, þess vegna þarf upplýsinga streymið að vera miklu víðtækara, meira og þá sér fólk þetta einmitt eins og kannski er það búið að sjá það, ég veit það ekki en sko þú veist það er gjarna lagt út með þessu með fjölmiðlum sko. Í fyrsta lagi þá náttúrulega væri ekki evra að koma hér á morgun sko. Það myndi taka einhver 10-15 ár eflust að koma okkur í það ferli en við höfum alveg möguleika ef menn væru sammála það veri betra að fara í annan gjaldmiðil þá eru aðrir valkostir líka fyrir hendi í því. Já. Ég meina sjáðu þetta aukna samstarf núna milli Kanada og Norðurlandana á sviði varnarmála og fleiri þátta. Ég meina Kanada eru 40 milljónir, það er svona algjörlega máttlaus þjóð sko. Já, bara svona sambarilegt og ekki var Pierre Poilievre með tökum. Sambarileg þjóð og í fjölda á ég við og Norðurlöndin. Ég meina við erum auðvitað hérna örríki í þessu öllu saman en það eru bara aðrir möguleikar í því og þá eiga menn að skoða þá valkosti alveg eins og einhverja evrur sko. Já, en svo er þetta samt líka út af því að nú bauð ég ungum hérna Evrópusinnum koma hérna að takast á þetta, bauð tveimur að takast á hérna þetta við mig, þar sem ég ætla að bera fram spurningar að var eitthvað, þau voru eitthvað tímabundin þannig að það var ekki hægt að gera þetta fyrir eftir sumarið en við sjáum yfir sumarið við sjáum til hvort að ekki fyrir eftir 2009 ágúst það gæti verið að þið þykja það en sko ég líka en þú veist ég líka hugsa sko menna ég hef ekki ennþá séð einhver takast á Evrópusambandið þar sem að sá sem er að tala fyrir Evrópusambandinu er einfaldlega ekki raskjaldur og það er ekkit út af því að manneskjan er eitthvað gáfuð og það er ekkit út af því að manneskjan er eitthvað vitlaus sem er að tala fyrir Evrópusambandinu þetta er bara svo vondur málstæður þess vegna er ég ekkit svakalega hræddur þess að við aðalverða hvað er 23 ára eða 25 vikur í þetta og ég held að sko umræðan verði bara þannig að fólk gerir sér mjög fljótt grein fyrir því þið sjáu að núna ég held að það hafi verið 2,7 í stöðul ég á nú ekki að vera að tala um betting síður en það var 2,7 í stöðul og það er komið niður í 2,2 og það er bara 2 vikur liðnar sem þetta var ákveðið ég er rosalega lítið stressaður yfir þessu ekki út af því að það væri eitthvað hérna svona út af því að það mun vera einhver upplýsing óræða sjá allir með umræðan núna það er hérna að vera að segja Sigmundur Davíðs ég að fara að fá penning frá einhverjum makaliðum og það er einhverju rússneski bottar á Twitter og ég bara halló ef að ég hef áhyggjur af því þegar það er verið að kjósa það hvort að ég ætla að færa hluta af mínu fullveldi til erlendra aðila þá er ég miklu meir áhyggjur að erlendir aðilar reyna að hafa áhrif á jáið frekar heldur en neyið og svo er mér sagt hérna það er rússneski bottar og einhverju makarhefingar Sigmundar Davíðs sem er að fara að plata þig að halda í þitt fullveldi og ég þetta er svona dæmigerð smjörklífa aðferð og hérna en ég er bara þessi fjölmiðlar sem er að gera þetta en veistu hvað ég er bara sammálaðir Þórarin, ég er bara sammálaðir leið og umræðan fer að opnast og fólk fer að fá skýrari mynd af þessu og það komaðu þetta málspennandi menn og ræða þetta frá báðum hliðum þá hef ég ekki ágjör þessu
þá finnst mér þetta að vera bara tækifæri til að klára þetta í bili sko. Já, eina sem ég hef ágjör af að ef að stóregna aðilar fara fjármagn einhverjar herferðir, ef að sjávarútvegurinn fer að skipta sér of mikið af þessu, ég ætlaði bara að segja það við Heiðrúnu bara, ekki þið gera neitt, við þurfum ekki aðra exit auglýsingu, leifið bara fólki að eiga samræður það hvað Evrópusambandsins raunverulega og þetta verður ekkert mál, en ef að hins vegar eina sem ég hef ágjör af bara að það verði einhver svona elítustimpill yfir þessu og að fólk sem svona í einhverjum útgerðin eða eitthvað svona, það gefur höggstað. Það þarf bara að tala það hvað Evrópusambandið þá verður þetta ekkert mál. Nei, þetta er eitthvað það liggur alveg fyrir sko hvað Evrópusambandið þegar það kemur að sjávarútvegi. Það er enginn að borga mér fyrir að gera þetta, en ef einhver vill það, þá heyriði í mér, ég er alltaf til í penning. Nei, en sko, þú veist, það er bara þannig að sjávarútvegskaflinn, hann er hluti á grunnlögum Evrópusambandsins. Ef að við ættum að fá einhverja varanlega undanþágu þar, þá þurfa öll 27 ríkin að samþykkja það og akkur ætti Írland sem að núna að verða fyrir gríðarlegu höggi til dæmis í sjávarútvegi að samþykkja einhverja sérlausnir fyrir Ísland sem að það fekk ekki og samningur sem að þeir höfðu nú svona til að hanga á til að verja sig frá 86 að hann var brotinn á þeim núna með einu pennastriki og menn þurfa að fara sko menn geta verið svona kannski 12-14 vikur ef það nær því á sjó írski flotinn og eins og viðtöl sem ég heyrti írska útgerðarmenn og sjómenn en á meðan horfa þær á Evrópusambandsflotann vera að veiða í sinni lögsögu og bara á fullu. Heldur að þessi þjóðmenn eitthvað samþykkja sérlausnir fyrir Ísland? Nei, eða Spánverjar, eða Frakkar, eða Portúgalar? Nei. En þið sjá alveg hvað er að gera sko. Þessi atkvæði er sett á með þessum hætti vegna þess að þeir hafa tilfinningu fyrir því að fólk líti á það að það skiptir einhver máli, að það er önnur atkvæðagreiðsla og það er bara kík í pakkan og þetta sé bara lýðræðisveisla og öðrulega fólkinu og þannig telja sig geta ná einhverju jái svo gera þetta samning og vitandi það Þorgerður Katrín mun gera samning sko þó hún þurfi að afsala sér einhverju þó hún segi annað hún segi að þetta sé ekki raunverulegt afsal af því hún er orðsviðin hún mun segja Jú, þeir stjórna auðvitað veiðunum með deilistofnunum og svona en hlutarseglan sér það að við auðvitað veiðum áfram bara hérna okkar fisk og þetta er í raun ekkert afsal. Við munum áfram, og hún ætlar að gera samning sko. Jón, þú ert alltaf með svo mikil gífurinn, hún er ekkert ósvífin, hún er bara í pólitík. Þetta er ekki gífurinn, þetta er bara kurteisi sko. Þetta er kurteisi. Eina sem að, sko, ég er búin að hugsa þetta með, sko, þegar að þær segja sko hérna að þær munu ekki gefa sko tommu í því að afsala sér hverskins auðlindum og ég sagði ok, en þið eru aftur á móti búin að kalla skatta ýmsum öðrum skattahækkun öðrum nöfnum öðrum nöfnum og þá hugsa ég hvað ætliði þá að kalla afsalið sko ég er ekki svakalega spenntur þau munu kalla þetta er ekki afsal í raun hættið þessu rugli, þetta er bara góður samningur, þið fáið núna lága vexti. Við erum að deila. Já, eitthvað svona. Ég veit alveg hvernig það verður, sko. Þið þurfa bara að já núna í ágúst, sko. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Tökum aðeins fullveldið, Brynjar, því að þú ert nú lögmenntaður. Já, spekingur. Og snillingur. Með fullveldið, þegar það er verið að tala um að deila. Er það ekki eitthvað orwellískt hugtak út frá lögfræðinni? Jó, það er ekki að deila neinu sko. Þú ert að fela öðrum og framselur öðrum fullveldi. En þú ert enga síður sko fullvalda þjóð í almennu skilningi þar að segja þú getur farið út úr þessu. Það er nú ekki auðvelt. Nei, en
Fyrir hægra eista? Nei, þú ert sko fullvalda þjóð eða sjálfstæð þjóð enga síður. En þú hefur tekið það ákvörðum að fara inn að framselja öðrum að taka ákvörðanir okkar hagsmuni. Og við munum þurfa að kjósum breytingar og stjórnarskrá lýðveldis. Já, það þarf að gera það. Akkurat. Og hérna, þau munum bara gera það að því að það komið samningur og hérna og þetta svona hártónir. Þú ert auðvitað bara að fela öðrum að sjá ákvarðatöku þína hagsmuni. Og ég segi býtu, hvað haldið að gamli sáttmáli hafi verið og sambandslagasamningu hafi verið? Við vorum að fela öðrum og sjá ákveðin atriði. Þá ertu kannski ekki alveg í raun fullvalda þjóð, ekki á meðan það ástand er. En fullveldi okkar í dag auðvitað þannig að við getum bara sagt nú erum við hættur þessu samtali og förum. Þú fullvalda að því leitiru til. En sumir bara finnst það bara betra, þeir bara treysta öðrum betur og þetta munir bara gagnast okkur. Við munum missa til að mynda samningana sem að við erum með við Kína og Indland, og núna er eftir þjóðnar að reyna að sækja sér sambarlegan fríverslunarsamning við Víetnam. Þetta mundi þá þýða það að við tækjum upp tolla reglur Evrópusambandsins að bara til dæmis bara svona nauðsynlega hlutir eins og fatnaður og skór munduð strax fá 12% toll. Þannig er það í Evrópusambandinu. Ef það er framleitt í Asíu sem að megniðar sé framleitt, þá bara er 12% tollur og allt sem að kemur þar inn. Já, það er nefnilega sko, það er þetta með fullveldi. Það er tollfrjáls hér á Íslandi sko, við feldum niður þess að tolla. Fyrir mér, þá var þetta að setja verðmætin út fyrir svega. Það er þetta að setja auðlindin út fyrir svega. Það er þetta að setja ákvörðunarrétt varðar þetta nákvæmlega viðskiptina út fyrir svega. Hins vegar þá þykir mér það að ég sé að fara að skrifa upp á það og þetta finnst mér að langstærsta atriði. Það er ekkert margir spenntir fyrir Orwell og ég og það er kannski ástæðan fyrir því að þetta er ekkert til umræðu en mér finnst það ætti að vera til umræðu að við erum að færa minn atkvæðarétt lengra út til fólks sem hefur miklu minni tengsl við mig, bæði menningarlega en líka bara varðar heildar myndina. Það er að segja að við erum að færa atkvæði í átt að því að þitt atkvæði jafngildir það mikið í 400 miljóna samfélagi. Og ég hugsa með mér, ég vil það ekki. Ég vil ekki, núna hef ég aðgengið að stjórnmálamennu út af því ég með hana þátt og þannig ég get spjallað við þau í rauntíma, en hins vegar þá hef ég engin tök á því, þannig að mitt atkvæði komið miklu lengra og fólk sem er kannski bara að sinna sínum daglegum daglegum rekstri, það líka missir atkvæðið sitt í miklu víðara samhengi, þannig að þín tengsl við ákvörðunarrétt þess hver er að taka ákvörðun þitt líf verður miklu fjarlægari. Það er líka áberandi að sjá ansi margar sem maður hefur tekið eftir sko, sem er að vinna á þessum vettvangi í dag, það er að segja í þessu Evrópusamstarfi og allir dag, þeir eru allir mjög áfram að ég hef ekki rekist á neitt sem að ég veit að er andvígur þessu sko, sem er á þeim vettvangi svona áberandi þegar maður er að fylgjast með, en maður tekur alveg eftir því að þetta fólk er svona mjög áfram það að þetta gangi eftir sko. Hagsmuna tengt bara. Já, en svo líka, ég menn eins og ég þekkið hafandi verið í erlendis og þegar maður er komin inn í einhverja svona púli af fólki og það tengist allt og það einhvern veginn verður maður smá smittar því bara þú ert bara komin í ákveði lið þar sko. Já. Ég bara, mér langar, ég náttúrulega almennt vil ekki vera einu lið, þannig að ég ekki káarinn sig? Já, ég er káaringur. En eins og ég segi sko, ég er mjög mér er mjög annt bara persónulegt frelsi sko og það er líka bara út af því að það rifjast upp náttúrulega hvernig vandalægin og fleiri voru kringum COVID. Það er allir búin að gleyma því. Það var bara tjáningafrelsi og bara hættulegt og þið ekki hafa rétt á því að fara út úr húsi og... Sko, í þessari umræð þarf bara að rifja upp til dæmis þetta með COVID. Það þarf að rifja upp ISAF sko. Þetta fólk talaði sko. Og þrátt fyrir samningin og allan innri marka og eitthvað svona, við skiptum þetta lið engu máli. Nei. Það var bara fingurinn upp sko. Og ég sko
þeir ætluðu að setja okkur í duftið þá, eins og Íslands stjórnvöld reyndar Samfylkingin og VG á þeim tíma, ég meina þau voru bara tilbúin að fórna gríðarlegum hagsmunum Kúba norðursins já, til dæmis sko þú veist, þetta er það eldist ekki vel. Þetta var mikil barátta að ná því í gegn og það var náttúrulega því að það var ekki samhljómur í samfélaginu fyrir því að staðfesta þessi lög og það var svo magna hvenær svo undirskrift fekk flugið sko. Það var daginn fyrir gamláskvöld þegar þingfundur var í atkvæðagreiðslu með þetta. Já, ég verða að enda þetta á að stríða ykkur þið voru nú saman dómsmálaráðuneytinu á sínu tíma. Nú er Þorbjörg Sigríður að leiðrétta ykkar bleiðuskap sem að fylgdi því að þú er ekki að taka raunverulegar ákvarðanir og núna loksins búið við þann veruleika að Hvernig ámaður hann á árangurum með hann mann við hliðin á sér allar dag? Þú veist, þetta er bara fulltime jobb að halda aftur á honum og reyna að halda honum á trakki eitthvað. Já, þú getur komið þín aðsaka. En af hverju þorðið ekki að gera þetta sem að Þorbjörg Sigríður sett í gang? Það er núna miklu betra utanumhald utanum erlenda fanga þegar hún ætlar að sparka þeim öllum á landi þegar þeir eru búin að afplana. Við erum bara, þetta er alltaf að koma hjá okkur núna. Já, þú hefur þá tilfinningu. Á ég að byrja á að svara? Já, þú barst ábyrgð á þessa mál. Já. Ég ætla bara að segja þér það sko að við náðum auðvitað á þessum stutta tíma sem að við höfðum í ráðuneytinu þá náðum við auðvitað að miklum árangri. Við settum útlendingamálin getum að sagt á fullum þunga inn í umræðina og ég fullyri það að með því að hafa gert það og tekið hér slaginn sko mjög reglulega í hver einustu viku. Ég var sá ráðherra á þessum tíma sem mældist lang oftast í fjölmiðlum og það var náttúrulega mjög stórun hluta út af því að við vorum að taka á þessum útlendingamálum og við náðum að breyta umræðunni og ég held að við höfum búið til sko svona farvegin fyrir það að fólk fékk sjálfstraust til að fara að standa upp og við náðum fyrst gegn breytingu á lögunum sem að auðvitað höfðum mikið að segja. Ég meina í dag erum við bara með brot af því sem að við vorum að glíma við í umsóknum hjá hælisleitendum eins og við vorum áður það sem við vorum að glíma við, bara brot af því og svo kom Guðrún og hún náði gegn næstu breytingum. Allt hefur þetta hjálpast til þess að skapa þó þetta umhverfi sem er í dag. Við vorum auðvitað á vegferð með allt annað, við náðum að breyta lögreglulögunum. Þessir ríkisstjórnarflokkar, þeir studdu ekki þessa breytingar okkar. Við vorum að berjast við vinstri græni ríkisstjórn og Samfylkingun og Viðreisn í stjórnarandstöðu. Þau voru með vinstri grænum. Það er bara það sem við vorum að taka. Við vorum bara í minnihluta. Við vorum bara í minnihluta. Nú kemur þetta fólk þegar búið er að ryðja brautina fyrir það, eins og í svo mörgu, í populískri pólitík og vil gera betur. Já, Brynjar, segð þú frá breytingatilhuginu sem þú komst með þegar þú varst inn á þingjumdaginn við útlendingafrumvarp hjá Þorbjörgu Sigríði. Já, ég kom inn hann að viku og gerði smá usla til brottvísun vegna sem hann höfði brotið af sér. Missi á ríkisborgararétti. Ég sá strax í frumvarpinu sko að menn notuðu það var bara heimild. Það finnst mér vont orð þegar ég veit að menn mun aldrei nota hana nema bara í undantekningar til. Þannig að ég vildi geta bara skyldu. Þegar við vorum með ráðundinu þá var Schengen samstarfið búið að skamma okkur mjög mikið því að við vorum með menn sem fengið dóm fyrir alvarleg brot og við þeir mistu engin réttindi við það því að þá gátu við verið í hvaða borg sem er í Evrópu sko sem þeir vildu ekkert fá þangað sko þessi að þið verðið að standa ykkur betur í þessu sko annars bara rekum við úr samstarfinu sko og þannig að ég vildi bara gera þetta skyldu þeir trössu ekki það og það var breytingatillaga. Meira segja sko hún kemur fram við aðra umræðu málsins þegar við ræðum við þingmennina í þingsalnum marga hverja úr stjórnarliðinu þá er já, auðvitað, við höfum bara að gera þetta það er bara samstæðum að ganga lengra heldur en ráðherrann lagði til þannig að máli fer inn í nefnd aftur með annar og þriðju umræðu til þess að gera þessa breytingar kemur út aftur án þess og þetta var ekki samþykkt í breytingatillu okkar. Af hverju
vegna þess að Viðreisn að glíma við fólk innan sinnaraða og innan samfylkingar sem vill ekki ganga eins langt. Þetta alveg eins og í virkjanamálum. Þau tala voða digubarkalega í þessu öllu saman. Það gerist voðalega lítið. Orkumálaráðherrann kemur með orkukosti daginn í nýtingaflokki. Hann hefði getað farið þá leið að koma með tillögu verkefnastjórnarinnar þar sem þessi virkjanakostir voru í biðflokki og kom með það beint inn í þingið og beði sitt fólk í nefndinni og kom með breytingatillögur. En hann treysti því ekki, þannig að hann fór í 3 mánaða umsagnaferli og kom með breytingatillöguna sjálfur inn í þingið núna í vetur að til að mynda Urriðafoss væri í nýtingaflokki. Inn í nefndinni þá tóku þingmenn Samfylkingar og Viðreisnar og breyttu tillögur ráðherrans og setti þetta í biðflokk. Já, þetta ég að heyra líka. Þetta svo mikil óeining þarna innandyra og við vorum að glíma við VG í þessum útlendingamálum mjög grimt. Það átti náttúrulega að reka mig. Við erum nú að súpa seiðið af því í dag. Já, ég segi þannig líka bara það átti náttúrulega að reka mig og ég alveg viss það að það var skilyrði fyrir áframhaldandi stjórnarsamstarfi að við myndum hætta. Ekki bara 18 mánuði. Já. Og þegar við til dæmis settum rafvarnarvopnin á lögreglum til að tryggja öryggi lögreglumanna. Þá var nú allt vitlaust, sko. Þú gerðir alltaf allt vitlaust. Nei, ég gerði ekki vitlaust. Ég gerði allt rétt, en það varð allt vitlaust. En hvernig, sko, út af því að núna maður bara að heyra, ég minna, við tókum við hópi fólk sem var að flýja stríð og það var jafnvel farið í sérferðir til þess að gera það og við vorum vöruð við en þrátt verið það að þá tókum við hellingafólki. Þetta tala Palestínu. Já. Og ég veit ekki hversu mikið rétt það sem maður að heyra en maður aftur á móti tala við lögreglumenn og fleiri sem að segja að þetta hafi verið mjög afdrifarík mistök. Já, þetta gerist nú allt okkar vaktið ekki. Jú, ég meina þarna var eitthvað samkomulag innan ríkisstjórnar að gera þessa hluti. Ég er nú farin úr henni þegar þetta sko, en það er eitthvað samkomulag þarna. Hvernig horfir þetta við þér núna? Nei, ég meina ég bara veit það að reynsla af flóttafólki sem kemur hér inn í Norðurlöndin frá Palestínu að hún er ekki góð, almennt. Þú getur talað við forsvarsmenn og yfirmenn þessara málaflokka á öllum hinnum Norðurlöndunum og þeir var allir við þessu. Það sérstaklega varað við fólki frá þessu svæði. Umfram annað, sko. Já, þeir eru að segja bara þetta allt nátengt, sko, Hamas, sko, þetta og ég meina, sama fólki, sko. Og af hverju brugðast ekki, sko, Arabaþjóðirnar við þessu stríði Ísrael opnuðu landamæri sín fyrir þessu fólki. Þau hleyptu þeim ekki inn til sín. Nei. Líbanon náttúrulega gerði það á sínum tíma og að endaði með óskopum. Já. Nei, ég meina, þetta er alltaf viðkvæm umræða, þetta er alltaf erfitt, sko. Fólk eru þetta bara í miklu basli og það er bara sprengt allt í loftu í kringu það, þannig að maður skilur alveg að við verum að gera eitthvað, sko. En og þetta er þetta vandinn kringum þetta. En ég get bara þetta sem þú að segja og að hafa eftir einhverjum ónefndum lögreglumönnum og einhverju slíku, þetta hafi ekki verið gott. Þá ég bara að segja, sko, þetta er nákvæmlega það sama og var sagt við mig af hálfu samstarfsaðila sérstaklega á Norðurlöndum. Er það rétt að Ísraelsk ríkisstjórn hafi varað við þessu þegar við gerum þetta? Ég þekki það ekki. Nei, við fengum marga viðvaranir frá Norðurlöndunum. Já, Norðurlöndunum var Danmörku, sko. Þeir eru alltaf búin að glíma þennan vanda lengi og þeir eru búin að greina þetta allt í örendi, sko. Bara hvernig einasta. Hvað varðum hver er á vinnumarkaði, hver er ekki á vinnumarkaði, hver er bara verið á benefits eða bótum allan tíma og svo framvegis. Þeir eru með allatölfræði. Við erum ekki með neitt. Nei, ég meina við vitum ekkert. Ég byrjaði fyrstur að ræða, sko, móttökubúðir og brottvarabúðir fyrir flóttamenn sem algjör grundvallaratriði, sérstaklega þegar fjöldin var eins og hann var, sko. Já, VG fekk bara taugafall og myndist það. Já, ekki miklu meira en það, sko. Það byrtust að mér myndir af skopmyndir í nasistabúningi í blöðunum, sko. Núna talar ráðherrann bara þetta í staðin fyrir bara að klára þetta. Við vorum komið húsnaði svo á Keflavíkurflugvelli sem hefði verið girt utanum
og það er bara enginn farið inn í landið og að fara þar í gegn. Við höfum bara síjað úr strax og var eitthvað veffengt að þá bara út í flugstöð aftur, þú ert ekki komin inn í landið. Svona voru við að reyna að vinna að hlutunum sko. En og eldum lögregluna, ég meina við vorum með eitt teymi sem var að vinna í saksókn og rannsókn í skipulagðri glæpastarfsemi. Við fjölguðum því í 5. Við fjölguðum 80 stöðugildi á þessu 1,5 ári sem við vorum hjá lögreglunni. Við dreifðum því á landið, við komum á samningi með allar lögreglustjórar, þeir skrifuðu allir undir að dreifa mannskapnum á milli, nýta hann betur og starfa saman á breiðari vettvangi. Það var alveg ótrúlega hvað. Nei, með umræðum dag þá gerur ekki neitt. Nei, akkurat sko. Það er bara þannig. Þannig að sko, með fullri virðingu fyrir Þorbjörgu, og ég veit hún vill vel, það er ekki mikið gerst, en þú veist, við munum styðja öll þau góðu mál sem koma frá henni útlendingamál inn í þingið og við munum bæta við þau. Við munum bæta við þau tillögum að ganga lengra sem mér sýnist ekki vera vanþörf á. En þau eru að fella þær tillögur, allavega svo far. Já, við sjáum til hvað gerist. Það er svo þungt í ykkur hljóðu en ég ætla að fara að reka ykkur að dyr. Já, ég er nú í deburð og... Hann er nú viðurkenndur fílupokki. Já, eru þið ekki báðir í fílupokafélaginu? Já, sko, hvernig, þetta er þetta brá smitandi. Já, hvað á að gera melgina? Það er bara flokksráðsfundur og morgunfundur sjálfstæðismenn á Hilton og ungir hérna með ballum kvöldið. Öllu til tjálta. Heyri, strákar, gott að sjá okkur og þangað til næst. Já, takk sömuleiðis. Gangiði vel. Sömuleiðis.